Komið sæl og velkomin á þennan blaðamannafund sem haldinn í Hörpu og streymt til þess að hægt sé að virða sóttvarnaráðstafanir. Hér ætlum við að fara yfir þær aðgerðir sem eru framundan til þess að tryggja viðspyrnu fyrir íslenskt samfélag og í raun og veru staðan sú að þó að vel hafi gengið að ná árangri vegna hertra sóttvarnaráðstafana á undanförnum dögum, þá erum við enn að eiga við smit í samfélaginu. Nýgengi smita hefur hins vegar farið lækkandi og við bindum vonir við að þessar aðgerðir sem einmitt voru kynntar hér síðast þegar þær voru hertar sé að skila árangri. Við hins vegar sjáum að faraldurinn er víðast hvar í fullum gangi í löndunum í kringum okkur og það er meðal annars ástæða þess að við ákváðum í ríkisstjórn í morgun að viðhalda óbreyttu fyrirkomulagi á landamærum til 1. febrúar næstkomandi. Og það liggur sömuleiðis fyrir að við getum átt von á því að það verði ákveðnar sóttvarnaráðstafanir í gangi í íslensku samfélagi fram eftir vetri. Við höfum haft mjög skýr leiðarljós frá upphafi, allt frá því að faraldurinn barst til Íslands í lok febrúar, þar að segja að vernda líf og heilsu fólks í landinu og lágmarka samfélagsleg og efnahagsleg áhrif. Og í upphafi var mikið talað að fletja kúrfuna og var þá átt við smitkúrfuna, en það má eiginlega segja að samhliða þeirri kúrfu þá við unnið að því að fletja út hinn efnahagslegu aðgerð og það hefur við þetta gert bæði vegna þess að þeir sjálfvirku sveiflujafnarar sem eru innbyggðir í okkar samfélagsgerð eins og til að mynda öflugt atvinnuleysistryggingakerfi gerir það að verkum að þessir sjálfvirku sveiflujafnarar fara að virka að fullum þunga. En leið hefur ríkisstjórnin gripið til sértækra aðgerða til þess að tryggja afkomu og atvinnu í landinu. Og þannig höfum við mætt þessari stöðu bæði með félagslegum aðgerðum en líka með efnahagslegum aðgerðum. Nú með sívaxandi reynslu og þekkingu er hægt að sjá betur fram á veg. Fyrsta bylgjan var öflug og það var í raun og veru alveg ótrúleg upplifun að upplifa breytinguna sem varð á íslensku samfélagi gegnum hana. Önnur bylgjan sem stundum hefur verið spurt hvernig var svo lítil í raun og veru að margir sögðust vart hafa tekið eftir henni. En þriðja bylgjan sem við erum vonandi að ná niður núna hefur sett svo sannarlega svip sinn á samfélagið. Og hún gerir það að verkum að við höfum í raun og veru geta byggt á þeirri þekkingu sem skapaðist í fyrstu bylgjunni sérstaklega. Þannig að við erum að beita gagnreyndum aðferðum en leið höfum við verið að bæta við aðgerðum bæði efnahagslegum og félagslegum aðgerðum en líka sóttvarnaaðgerðum til að ná betri tökum á stöðunni. Og þær aðgerðir sem við ætlum að kynna hér í dag, þær horfa fram á veginn, þær miða því að koma til móts við almenning og atvinnulíf í landinu sem hefur auðvitað orðið fyrir tjóni vegna faraldursins og tryggja ákveðin fyrirsjáanleika inn í veturinn hvað varðar það sem fólk getur átt von á. Stærsta vandamálið sem við erum að eiga núna í samfélaginu er atvinnuleysi og þess vegna hefur ríkisstjórnin lagt á það mikla áherslu að fjölga störfum í gegnum opinbera fjárfestingu en líka með aðgerðir sem tryggja það að einkaaðilar geti fjárfest og fjölga störfum. Við höfum lagt áherslu á því að efla nýsköpun og rannsóknir, skapandi greinar og þekkingageiran. En það liggur líka fyrir að við þurfum að koma til móts við þann fjölda sem hefur orðið fyrir því áfalli að missa vinnuna og því höfum við ákveðið að framlengja hlutabótaleiðina sem eru auðvitað það úrræði stjórnvalda sem hefur verið hvað mest nýtt og þegar staðan var tekin núna nýlega þá eru það 20 milljarðar sem hafa runnið í hlutastarfaleiðina sem hefur leið tryggt það að fólk hefur viðhaldið ráðningarsambandi og haldið áfram virkni. En það skiptir líka máli að mæta þeim sem hafa orðið fyrir algjörum atvinnumissi. Við ákváðum nýlega að lengja tekjutengt tímabil atvinnuleysisbóta og tryggja að það nái til allra þeirra sem hafa misst vinnuna eftir að heimsfaraldurinn skall á. En hér kynnum við líka það ákvörðun að hækka grunn atvinnuleysisbætur. Það gerum við með því að bæta við í raun og veru þá hækkun sem þegar var orðin. Við ákváðum það fyrst að hækka atvinnuleysisbætur 2018 en núna leggjum við sérstakt viðbótarálag til viðbótar við þá hækkun sem boðuð hafði verið í fjárlagafrumvarpinu
þannig að grunnatvinnuleysisbætur verða 307.430 krónur eða 87,5% af dagvinnutryggingunni. Sömuleiðis munum við leggja til desemberuppbót til atvinnuleitenda upp á 86.853 krónur til þess að auðvelda þeim sem í þessari erfiðu stöðu að geta haldið jólin. Og enn fremur munum við tryggja það að þeir atvinnuleitendur sem eru með börn á framfæri viðhaldi 6% álagi fyrir hvert barn. Það munar það, sérstaklega þegar fólk með fleiri börn, þannig að þetta getur skipt verulegu máli, þannig að álagið sem var fyrir COVID 4%, Alþingi ákvað að hækka í 6%, við ákvæðum að framlengja það tímabil þannig að atvinnuleitendur með börn á framfæri njóti þess. Stóra verkefnið síðan að tryggja að atvinnuleysi verði ekki langvarandi böl í íslensku samfélagi, þannig að við komum til móts við þá sem hafa misst vinnuna með þessum hætti, en boðum líka efnahagsaðgerðir til að tryggja það að við getum spyrnt hratt frá botni. Og það sem skiptir svo miklu máli að núna stöndum við frammi fyrir því, þó að þetta hafi verið kannski lengra ástand en við héldum, að það ákveðið ljós fyrir endan á göngunum. Það berast okkur góð tíðindi héðan og þaðan úr heiminum þróun bóluefna sem munu gera það að verkum að við munum ná tökum á faraldrinum. Menn eru misbjartsýnir, en við getum hins vegar reiknað með því að bóluefni verði komið til Íslands á næsta ári og íslensk stjórnvöld hafa frá upphafi lagt áherslu á það að tryggja aðgang okkar að bóluefni, þannig að við munum geta staðið við það að tryggja bólusetningu hér á landi sem munu þetta breyta öllu í baráttunni við faraldurinn. En viðspyrnu þörf og við ætlum þá að fara yfir í efnahagsaðgerðir fjármála- og efnahagsráðherra. Já, það kannski eins maður getur orðað þannig að segja að það væri hin hliðin á peningnum að í baráttunni gegn atvinnuleysi að styðja við rekstraraðila, gera það sem við getum til þess að viðhalda störfum með stuðningi við fyrirtæki, og við erum hérna með fyrir framan okkur mynd sem að sýnir hversu fjölbreyttar aðgerðir okkar á efnahagssviðinu hafa verið, og munum hérna í dag beina sjónum okkar sérstaklega að þessum 3 efstu liðum sem eru lokunarstyrkirnir, tekjufallsstyrkirnir og viðspyrnustyrkirnir, því að þrátt fyrir að við bindum vonir við meiri árangur með bóluefni á næsta ári alveg ljóst að við munum áfram vera í mikilli baráttu fram á næsta vor og þurfum að gefa bæði fyrirsjáanleika og stuðning í gegnum veturinn og langt fram á næsta ár. Nú, við sjáum hérna þessar 3 aðgerðir sem við erum sérstaklega að beina sjónum okkar að, en þarna líka minnst á stuðningslánin sem við erum að undirbúa að lengja örlítið, þar að segja umsóknarfresturinn verði lengdur fyrir stuðningslánin, en þarna líka minnst á þætti eins og afnám gistináttagjalds og ráðningarstyrki, auk þess sem við höfum áður boðað skattalegar ívilnanir vegna fjárfestinga. En förum aðeins nánar inn í þessi 3 úrræði. Það þá í fyrsta lagi lokunarstyrkirnir. Það þannig að á haustmánuðum lauk tímabili fyrir fyrirtæki sem höfðu þurft að loka rekstri sínum hvað varðar lokunarstyrkja úrræðið. Og við höfum nú þegar greitt rúmlega 1000 fyrirtækjum út rúman milljarð í lokunarstyrki og ætlum að framlengja þessu úrræði vegna þess að við höfum þurft að grípa til frekari ráðstafana í þeirri bylgju sem við erum stödd. Og það verða töluvert miklar breytingar á lokunarstyrkja úrræðinu. Það fela í sér að við afnemum hámark á viðmiði fyrir fjölda starfsmanna sem getur haft veruleg áhrif fyrir svona millistór og stærri fyrirtæki. Að baki lokunarstyrkjónum einfaldlega sú grunnhugsun að það sé ekki nema sanngjarnt. Það sé ekki nema sanngjarnt í þeim tilfellum þar sem við höfum farið fram á það við rekstraraðila að þeir loki starfsemi sinni, að til komi myndarlegur stuðningur vegna þess rekstrartaps sem af því leiðir. En nýtt lokunarstyrkjaúrræði horfir þá til þess tíma sem þessi bylgja sem við erum núna að fást við og gengur ágætlega augnablikinu
frá því að hún reis og inn á næsta ár. Og hérna erum við þá að horfa til þess úrræði sem að þingið nýbúið að samþykkja og það verður hægt að sækja lokunarstyrkina í lok næstu viku og við gerum ráð fyrir því að það verði hægt að afgreiða umsóknir lokunarstyrki á það bil 1 viku. Nú hérna förum við þá yfir í tekjufallsstyrkina sem eru hugsaðir fyrir fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tekjufalli. Við getum kallað þetta tekjuhrun vegna þess að hérna verið að horfa til fyrirtæki sem hafa tapað bróðurparti tekna sinna og tekjufallsstyrkirnir eru nýlega afgreiddir frá Alþingi og eru tvískiptir. Það er semst þá annars vegar vægara tekjufalli sem þó er umtalsvert 40–70% tekjufall og svo hins vegar 70–100% tekjufall eins og við sjáum og það er aðeins mismunandi fjárhæð hérna undir 2–2,5 milljón eftir því í hvoru þrepinu menn eru, aðeins mismunandi fjárhæð fyrir hvert starfsmann, 1–5 starfsmenn eða 1–5 stöðugildi í hvoru úrræði fyrir sig og að hámarki getur þannig stuðningu við hvert fyrirtæki verið 17,5 milljón. Þetta úrræði er sem sagt þegar orðið lögfest og það verður hægt að sækja tekjufallsstyrkina núna í byrjun desember og það sama gildir og átti við lokunarstyrkina að við erum að gera ráð fyrir að geta afgreitt umsóknir á það bil 1 viku. Nú það sem er nýtt og ekki hefur enn verið lagt fyrir Alþingi en við samþykktum í ríkisstjórn í dag að leggja fyrir þingið eru þá viðspyrnustyrkirnir. Það eru þá styrkirnir sem taka við þegar að tekjufallsstyrkjunum lýkur. Þeir eru að horfa til liðins tíma en nú erum við að boða úrræði sem að verður til staðar í gegnum veturinn sem er framundan og eins og hér má sjá þá erum við að þrepaskipta stuðningnum aftur. Við erum að nota sambærilega aðferðafræði 60–80% tekjufall annars vegar og 80–100% hins vegar og það eru þá 400–500.000 krónur og sambærilegt hámark. En hérna er þá hugsunin sem sagt sú að menn munu geta sótt fyrir viðkomandi mánuð og viðmiðunar tímabili sem að við erum að horfa til er 2019 vegna þess að 2020 var í raun og veru ónýtt ár fyrir langflesta þeirra sem að þurfa á stuðningi að halda. Þannig að fyrir viðkomandi mánuð munu menn sækja bera sig saman við mánuð frá árinu 2019 og umsóknir verða afgreiddar á það bil viku í gegnum skattinn. Sérstök vefsíða verður sett upp í þessum tilgangi. Og við erum þá komin að glæru sem að Sigurður Ingi ætlar að fylgja úr hlaði. Já, komiði sæl. Við höfum frá upphafi verið meðvituð að heimsfaraldurinn kemur sérstaklega illa við viðkvæma hópa og þess vegna höfum við ákveðið að verja tæplega 900 milljónum til stuðnings við ýmsa viðkvæma hópa. Ríkisstjórnin hefur verið í góðu sambandi við forsvarsmenn sveitarfélaga, ýmissa stofnana og frjálsra félagasamtaka til að hafa eins góða yfirsýn og hægt í því skyni að skapa úrræði sem nýtast þeim sem veikast standa í samfélaginu. Og megin áherslan hefur verið á virkni og verður áfram unnið að því að tryggja félagslega virkni og fjárhagslegt sjálfstæði sem kostur er. En einnig horfum við til forvarna, eflings félagsstarfs, hjálparstarfs og horfum þar til margra þessara félagasamtaka og einnig að vinna gegn félagslegri einangrun. Allt þetta eru hluti af þessu mikilvæga starfi. Og ég vil líka nefna sérstaklega að við hyggjumst koma á einhvers konar ákveðnu viðbragðsteymi fjárhagsstöðu heimilanna sem mun hafa mikilvægt hlutverk í því að fylgjast með þróun og koma með tillögur að aðgerðum. En það sem við erum að horfa til er auðvitað félagsstarf aldraðra, við erum að horfa til stöðu fatlaðs fólks, hvort sem fullorðna eða börn og ungmenni eða foreldra, heimilislausa, innflytjendur, ýmsa þá aðra viðkvæma hópa sem eru í samfélaginu okkar. Auðvitað er þetta óbeinn stuðningur við sveitarfélögin og við munum styrkja beint ýmis hjálparsamtök sem vinna ómetanlegt starf á þessu sviði.
En stuðningur við barnafjölskyldur í brennidepli eins og kom fram hjá forsætisráðherra að þá erum við að styrkja atvinnuleitendur með börn til viðbótar á næsta ári, lengja úrræði sem að hefur verið í gildi á þessu ári, en einnig að horfa á barnafjölskyldur í heild sinni á meðan að faraldurinn gengur yfir. Og þess vegna hefur verið horft sérstaklega til stuðning sem áður hefur verið kynntur við tómstundaiðkun eða íþrótta- og æskulýðsstarf barna af lágtekjuheimilum og verður alls 900 milljónum varið til þeirra starfa á þessu ári og því næsta. Mörg verkefni sem þar horfir í að geta tryggt þeirra íþrótta- og æskulýðsstarf og umsóknarferli reyndar nú þegar opið hjá flestum sveitarfélögum. Hvet foreldra til að skoða það. Foreldrar langveikra og alvarlegra fatlaðra barna fá desemberuppbót fyrir jólin, en sérstaklega mikið hefur mætt á þeim hópi. Og þá verður mikilvæg breyting sem felur í sér að skerðingarmörk barnabóta hækka og munu þær þar af leiðandi ekki skerðast undir lágmarkslaunum. Þetta er breyting sem að verkalýðsforystan meðal annars hefur kallað sérstaklega eftir og ánægilegt að stíga þetta skref og eykur ráðstöfunartekjur þeirra sem lægst hafa launin, eins og við sjáum hér á þessari glæru, en ráðstöfunartekjur koma því til með að hækka árið 2021 hjá tekjulægri barnafjölskyldum. Barnabætur einstæðs foreldris með 2 börn til að mynda og 350.000 í laun á mánuði hækka þannig úr 901.500 í 931.500 og barnabætur sambúðarfólks með 2 börn og samanlagt 700.000 krónur á mánuði hækka 60.000 krónur á ári úr 653.700 krónum í 600.053.700 krónur. Og leið og ég gef boltan yfir til Ásmundur Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra, þá vil ég geta þess að á ríkisstjórnarfundinum í morgun samþykktum við jafnframt stuðning við íþrótta- og æskulýðsstarf í landinu sem að félags- og barnamálaráðherra og menntamálaráðherra munu kynna betur í næstu viku. En gjörðu svo vel, Ásmundur. Takk fyrir það og eins og komið hefur hérna fram að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við séum með fjölbreyttar aðgerðir bæði til þess að mæta svona þeim félagslegu aðstæðum sem að fólk þarf að glíma við á þessum erfiðu tímum. Það er mjög erfitt fyrir marga sem að ríður á því að lífið sé í föstum skorðum að þurfa að glíma við þær félagslegu afleiðingar sem heimsfaraldurinn hefur. Og það er önnur hliðin, síðan er það þessi efnahagslega og þess vegna er ánægjulegt að við höfum verið með fjölbreyttar aðgerðir og erum að kynna framhald þeirra. Félagsmálaráðuneytið hefur komið að miklum krafti inn í það og okkar verkefni er núna í framhaldinu að fylgja eftir þeim aðgerðum sem kynntar hafa verið meðal annars hér á forsætisráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Hér sjáum við yfirlit yfir nokkrar þessara aðgerða og hækkun atvinnuleysisbóta, greiðslur atvinnuleita vegna framfærslu barna og svo framvegis sem að hluta til hefur verið komið inn á. Hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra nefndi hér áðan líka íþróttir og við reiknum með því að eins og hann kom inn á að það var samþykkt í ríkisstjórn útlínur af því hvernig við sjáum það fyrir okkur í dag og við reiknum með því að kynna það í næstu viku. En það er hópur sem eru örorkulífeyrisþegar sem að fá næstu glæru kannski. Þú átt að gera grænt. Grænt, svona er ég svona nýr í þessu, það er nú gott. Hópur sem að örorkulífeyrisþegar, við erum að kynna ákveðnar kerfisbreytingar gagnvart þeim og þar erum við að tala í fyrsta lagi einskiptisaðgerðir sem að eru skattfrjáls eingreiðsla nú í desember upp á 50.000 krónur sem að mun verða skattfrjáls og án skerðinga inn í aðra gagnvart öðrum tekjum. Við ætlum líka erum að undirbúa desemberuppbót gagnvart þessum hópi þannig að allir þeir sem búa einir fái rúmar 60.000 krónur og allir þeir sem búa með öðrum fái 46.000 krónur í desemberuppbót. Síðan höfum við verið að undirbúa frekari breytingar og munum fara í kerfisbreytingar, litla kerfisbreytingu núna sem að ætlunin er að taka í gildi áramót sem miðar að því að það komi viðbótarhækkun til örorkulífeyrisþega upp á 8.000 sem að reyndar mun síðan dreifast með þeim hætti að það fer meira til
þeirra sem eru á strípuðum bótum og ég kem betur inn á þá eftir. Og síðan eru þetta almenn hækkun almannatrygginga nú áramót 3,6% sem leggur sig út á 11.000 krónur. Og þessi hækkun mun þá koma til með þessum hætti að þeir sem vinstra megin á síðunni, þeir sem eingöngu eru með tekjur frá Tryggingastofnun munu því fá hækkun upp á 21.000 krónur frá og með 1. janúar næstkomandi mánaðarlega. Það sem þarna er að ræða er í fyrsta lagi breytingar á tekjuskattskerfinu sem munu koma til framkvæmda núna 1. janúar. Í annan stað er það þessi viðbótarhækkun sem sérstaklega er beint að þeim hópum sem hafa engar aðrar tekjur heldur en almannatryggingar til þess að milli handana og er því sérstaklega beint að þeim hópi og sú hækkun er þá varanleg. Og svo í þriðja lagi er þessi 3,6% hækkun sem leggur sig upp á 11.700 krónur en eðlilega minnkar eftir því sem fólk er með meiri atvinnutekjur. Þannig að þessar aðgerðir munu koma allar til framkvæmda núna 1. janúar og leggjast þá við þær aðgerðir sem koma núna einskiptis í desember. En ég vil bara segja áður en að boltinn fer yfir til forsætisráðherra að það er gríðarlega mikilvægt það sem ríkisstjórnin hefur verið að gera og er að kynna nú eru aðgerðir fyrir fyrirtækin en á sama tíma taka utan um viðkvæma hópa í þessu samfélagi og það skiptir máli og ég er mjög ánægður með að það sé að gerast hér í dag. Já, ég veit að ég er örugglega ekki ein það að líða eins og það sé svona heill mannsaldur síðan við stóðum hérna 3 í Hörpu í mars að kynna fyrstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að bregðast við heimsfaraldrinum og í raun eru það aðeins nokkrir mánuðir en þeir hafa verið lærdómsríkir en það sem ég held að sé einn af þeim lærdómum sem við eigum að taka út úr þessu öllu saman er hvað við eigum öfluga samfélagslega innviði og það er mikilvægt að standa vörð þá innviði eins og ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera hvort sem það er heilbrigðiskerfið, menntakerfið eða félagslega kerfið en líka að tryggja þetta mikilvægi jafnvægi aðgerðum að leið og við stuðlum að efnahagslegri viðspyrnu í samfélaginu sem getur orðið mjög kröftug með þeim aðgerðum sem við höfum kynnt. Þá er líka mikilvægt að hlúa þeim sem höllum fæti standa, ekki síst vegna atvinnumissis en líka vegna annarra þátta og það er auðvitað það sem við höfum verið að kynna hér í dag samhliða aðgerðum til þess að fyrirtækin geti spyrnt hratt við fótum þegar færi skapast og sem betur fer þá sjáum við nú ákveðið ljós fyrir endan á þeim göngum og við vitum að þau færi munu skapast. En við ætlum ekki að hafa þetta lengri að sinni en munum taka viðtöl hér á eftir.